Það ansi stór spurning. En í raun og veru mætti kannski segja, og líka út af því þetta hefur verið ansi vinsæl spurning á Vísindavefnum, að við höfum þörf fyrir að spyrja okkar þessar spurningar. En hvað í raun og veru það? En það sem felst í spurningunni spurningin hvaðið. Hvað það sem fullkomið? Og hvað það sem við erum að leitast eftir þegar við spyrjum þessar spurningar? Og mér finnst svolítið áhugavert að velta þessari spurningu fyrir sér bara út frá lífinu sjálfu, bara verkefnum lífsins, út af því að ég held kannski að þegar fólk spyr spurningarinnar að þá sé það svolítið að velta lífinu fyrir sér og bara markmiðum og hlutverkum og verkefnum lífsins. Ég myndi í raun og veru segja að og við erum náttúrulega alltaf að halda áfram, við erum alltaf að stefna eitthvað og við erum kannski, það alltaf einhver ný verkefni og hlutverk sem að taka við í lífinu okkar og við höfum alltaf einhvers konar ímynd eða hugsjón, þú veist, hvað það hvernig vil ég gera þetta verkefni, hvernig vil ég sinna þessu nýja starfi eða þessum nýjum samskiptum og þessi ímynd kannski þetta fullkomna við það hlutverkið eða verkefni sem við höfum. En kannski eins og við vitum að þá reynsluheimurinn þannig að það ótrúlega erfitt að gera eitthvað fullkomið og við tölum það að sumt fólk hafi fullkomnar árættu vegna þess að það getur ekki skilið við verkefni án þess að það líði eins og sé bara ekki hægt að gera það betur og það sé einhvers konar svona að það gangi jafnvel út í öfga en til dæmis væri hægt að segja ef við skoðum stærðfræðidæmi að ef við náum að leysa stærðfræðidæmið að þá sé það fullkomið og ef við skoðum alls konar svona breytur sem í raun og veru ekki innan reynsluheimsins heldur bara með sinn skýrt afmarkaða ramma að þá getum við náð einhvers konar fullkomnum þar. Og þegar við höfum þetta fyrir sjónum okkar, þetta fullkomna stærðfræðidæmi, að þá kannski viljum við að hlutverkin og verkefnin lífinu séu þessu stærðfræðidæmi. Við höfum þetta og sjáum þetta og við hugsum af hverju getur lífið mitt ekki verið eins og stærðfræðidæmi. En málið náttúrulega að koma inn svo ótrúlega margar reynslubreytur að það rosalega og eiginlega bara ekki hægt að gera lífið að stærðfræðidæmi. En enga síður að þá held ég að það sé, þegar við spyrjum þessar spurningar, það sé alveg mikilvægt að þetta sé mikilvæg spurning út af því að við erum að nýta hana til þess að halda áfram og bara sinna einhverju verkefni og reyna að gera það vel, reyna að gera betur í lífi okkar. En enga síður að þá kannski verðum við að spyrja okkur á sama tíma ef við höfum eitthvað verkefni, ef við hugmyndum hið fullkomna samfélag, hið fullkomna tengsl, að hverju erum við að fórna ef við höfum til dæmis hugmyndum hið fullkomna samfélag? Erum við að fórna þeim sem þykja ekki nógu góðir til þess að tilheyra hinu fullkomna samfélagi? Og það, ef við skoðum mannkynssöguna, þá hún uppfull af dæmum slíkt, að einhver kemur og hefur hugmyndum hið fullkomna samfélag og tilbúin til að útma þeim sem bara geta ekki samkvæmt einhverjum fyrirfram skilgreindum mælikvörðum tilheyrt því samfélagi. Þannig að í raun og veru þetta ótrúlega mikilvæg spurning vegna þess að hún gefur okkur færi á að halda áfram og sinna okkar verkefnum vel, en við verðum alltaf að spyrja hvað erum við að gera og kannski eins og við kannski höfum öll fundið að þá í raun og veru verður aldrei neitt fullkomið og við verðum stundum bara að hætta. En hins vegar að þá þetta kannski bara ein leið til þess að svara þessari spurningu og kannski mætti alveg leyfa fullkomnun að vera bara í augnablikinu út af því að augnablikinu þegar við til dæmis
sjáum einhvern brosa fallega, þegar við sjáum einhvern ótrúlega fallega lit eins og grasið eða trén að sumri til og maður fyllist bara einhverju væntumþykju, að kannski má það augnablik bara lýsa því hvað er fullkomið.